Herðu, geggjað að fá þig Jensson. Takk fyrir að hafa mig. Sko, við erum búin að spjalla það saman mér langaði svolítið til þess að byrja á bara, sko, við náttúrulega kynntust í gegnum, mér langaði að byrja á að gefa honum Helga smá hrós, sko. Já. Það kynntust í gegnum Helga. Já. Og hann ennþá að læra að taka það inn í hjarta þegar einhver hrós á hann. Einmitt. Strákurinn, þannig að hann hefur gott að því að, Skulum hrósa honum. hrósum Helga og segjum hann náttúrulega, einn klárasti maður sem við þekkjum. Bara klárast og yndislegasti maður. Já, frábær drengur. Og ég einmitt búin að fá svo mikið af fallegum skilaboðum eftir podcastin sem ég gerði með honum, sko. Aha. Mjög mikið. Fólk talar bara, þú veist, að hann hafa komið sér á óvart og að því fólk hefur kannski ekki alveg séð þessa hlið á honum mikið. Já, hann djúpur, sko. Einmitt. Djúpur og skemmtilegur, það góð blanda, sko. Það mjög góð blanda. Mjög góð blanda. Það er svona verta að eitthvað sem verðt að leitast eftir að ná fram bara sjálfur, sko. Hann fyrirmynd á mörgum sviðum, sko, Helgi. Já, við vorum að ræða þetta svolítið, sko, eftir samtalið okkar, því hann náttúrulega með hæ. Þar sem hann fæ mjög mikið, sko, outlet fyrir grínið og meðan að ég kannski svona í vinnunni minni dálítið mikið í djúpu samtalunum. Þá ég myndi svona þörf í mér til þess að fá að vera með fíflagangsindum, sko. Já, og meðan að hann með þessa þörf fyrir að fá að fara dýpra, sko, í podcastunum, sko. Já, ég með það endurspeglar alveg mikið líka bara tengingun okkar, sko. Þín og Helga? Já, það að ná að vera í svona flúti á milli, sko. Og hann dregur fram léttleikarn og svo getur við fara á dýftina líka, sko. Þannig að þetta er mjög góð blanda, sko. Hendar mér persónulega mjög vel, sko, og mjög gott fyrir mig. Og þannig var það einhvern veginn bara strax í okkar sambandi, sko. Svona sleið og létta strengi, sko. Það má ekki taka þetta alvarlega, sko. Heldur. Það máli, sko. En þá, sko, og það einmitt svona þessi vegur sem ég ofta að feta, sko, hvernig hægt að ræða öll þessi þung og erfiðu mál og þú veist, eitthvað svona, maður vill einhvern veginn eitthvað sé öðruvísin og sama tíma veit maður, sko, leið og þetta svo þunn lína að fara yfir í orkuna aðrir eiga að vera einhvern veginn öðruvísi, samfélagið á að vera einhvern veginn öðruvísi og þá ég strax komin í að missa svolítið ábyrgðina frá því að ég get bara breytt sjálfum mér, sko. Já, ég menn heldur við séum mörg að glíma mitt við þetta, sko. Af því að þetta er svo mikið að svona óregjuleitaðir orku í kringum þetta, sko. Hvernig myndur þú útskýra það? Það er bara, þú veist, þú inn í þessu öllu, þú veist, við erum að horfa á einhver svona vandamál og við erum að horfa upp á einhver sem er sársaukafullt, skilur, og það inn í því er alls konar óþægindi og óþægilega tilfinningar svona sem að kveikir í okkur, skilur, og mögulega einhverju triggerar sem að hreyfa við einhverju í okkur sem er óþægilegt, skilur. Við horfum á samfélagi, horfum á okkurna hegðun og alls konar svona misbrestir sem maður kemur auga á og þetta snertir allt við okkur persónlega, skilur við. Og við erum að læra líka að höndla þetta, skilur við, og lifa með þessu á einhvern hátt, skilur við, samt vilja sjá hlutina betri en þú veist, stór partur af vegferðin allan fyrir mér, fyrir mína parta, þú veist, það er að læra að reguleita sig sjálfur, skilur við, að ná að vinna úr þessum aðstæðum sem maður elst uppi og samfélagið og allt þetta sem mann finnst óþægilegt og erfitt og má alveg gagnrýna og benda á og skoða með sem hætti en það kemur satt niður á það að maður þarf einhvern veginn að læra að finna tenginguna við sjálfan sig gegnum þetta og þrátt fyrir það og þar leiðandi reguleita eins og ég kalla það, ég veit ekki hvað íslenska orðum myndi nota fyrir það. Reguleita er eitthvað sem svona jafnvægi stilla. Eiginlega, sko. Er það ekki? Jú, eiginlega. Og þú veist, þannig líka, sko, maður getur sem rætt þessa hluti án þess að vera svona togaður niður á þeim, sko. Skilur, maður getur hort á það. Einmitt. Skilur, maður getur fundið fyrir þeim að vissu leyti, en að geta samt svona setja þannig í sjálfum sér að maður getur verið rólegur með sig, sko, en þá þarf maður að vinna úr því sjálfur, sko, og það er stöðu vinna, sko. Ég nefnilega finnst, sko, ég er alltaf að komast lengur og lengra þangað, að
Ég vil trúa því að ég hef aldrei verið með meiri empatíu heldur en akkurat núna, en samt til dæmis eins og bara það sem er að gerast á Gaza eða stríði í Úkraínu, að þá ég svolítið mikið komin í, ef ég ekki beint að fara að gera neitt í þessu, þá finnst mér ég að vera komin stundum í skakka orku ef ég einhvern veginn, maður þarf að passa sig mjög vel ef maður ætlar að fara að vera með einhverja sterkar skoðanir á einhverju sem er svona hræðilegt, að við ekki að setja sína innri gremju eða sitt innra ójafnvægi inn í einhverja baráttu eða einhvern málstað, sko. Einmitt, sko. Það er svo mikið lykilatriði, skilur, það því að, þú veist, þetta hreyfir við okkur, skilur, og þú veist, það koma alls konar svona, þú veist, inn í þessu er alltaf einhverja svona óuppfylltar þarfir hjá okkur, skilur, og þar leiðandi svona, hvað ég segja, tormeltar tilfinningar, skilur. Og veist, en á sama tíma er alveg mjög mikilvægt að finna fyrir því, sko, allan fyrir mína parta, veist, þetta er svo ekki stinga höfðun í sandin, sko. Einmitt. Veist, en samt einhvern veginn að finna sér þannig farveg inn í þetta, þú veist, að maður sé að tengjast því sem er eiga sér stað og sjá hvað skiptir maður máli, þetta skiptir maður alveg máli, þetta sé, skilur, að svona bara heimurinn sem maður býr í sig í einhvers konar uppbyggilegum farvegi og þú veist, og þetta er svo með Gaza og þetta, ég fann til dæmis hjá mér persónulega, þú veist, að það var mjög mikilvægt fyrir mig að finna fyrir þessu. Akkurat. Að leyfa mér að finna fyrir, þú veist, þetta er alveg vont, skilur, og leyfa mér actually að finna fyrir óþægjendunum að því, skilur, en síðan átt að segja á því, skilur, ég ekkert að fara í eitthvað stríð, sko. Einmitt, og það þessi svona, þú veist, þetta ef maður komin í þessa pælingu að við séum allt, að þá, þú veist, þegar þú ert að leyfa þér að finna fyrir því versta sem er að gerast á Gaza, þá ertu kannski að leyfa þér að, þú veist, fara onni í neðstu skúffuna á einhverjum óþægilegum tilfinningum inn í sjálfum þér. Og auðvitað verður maður að leyfa sér stundum að dvelja einhvers staðar, en síðan er þessi spurning, sko, á endanum, bara hvað get ég gert til þess að einhvern veginn hafa ámátlega lítil áhrif á hana stóra heim í því að þetta gerist ekki. Og ég kemst alltaf að þeirri niðurstöðu að það ger ég með því að, þú veist, ef ég fer onni í einhverjar erfiða tilfinningar og mér að skoða hvar er ég að búa til stríð í mínu nærumhverfi. Hvar eru samskipti mín þannig að ég geti skoða minn hlut og gert betur. Hvort sem eru foreldrar mínir, eða vinir mínir, eða vinnufélagar. Og þá er ég allavega að búa til þannig nærumhverfi að ég veit ekki rippul-effektin, ég veit ekki hver þau eru. Kannski myndi ég síðan allt í hennu hafa mjög góð áhrif á einhvern sem hefur miklu meira vægi en ég út í hinn stóra heim og ég áttaði mig ekki á því að ég var þar með að hafa mjög mikil áhrif á stóru myndina, sko. Svo mikið, sko. Svo mikið. Og þarna held ég að svona mín upplifun og svona mín skynjun á þetta er einmitt líka svo, sko. Maður veit aldrei, skilur, við vitum ekkert hvernig hlutirnir tvinnast saman, skilur þessi, veist, ég upplifi einhvern veginn lífi bara eins og þetta sé, veist, þetta er einhverju vefnaður sem maður skilur ekki, sko, þú veist, en maður getur samt skilið að þetta er allt tengt, þú veist, þetta er allt samofið á einhvern hátt og þannig er eins og bara, þú veist, það og til dæmis bara það að ég er alveg viss það að bara það að, þú veist, að leyfa sér að finna fyrir svona hlutum og átta sig á, þú veist, að ok, þetta er líka partur af mér og fara inn í það, fara hans onni í kjallarann, skilur og maður þarf stundum að kíkja niður í kjallarann, sko og það er partur af á hans að festast þar, sko á hans að dvelja ofan í kjallarannum allan liðlangan daginn, skilur og enda bara svo í einhverjum kuðung þar, sko en komast í snertingu við að finna þetta ég held að bara það að gera það hafi heilmikil áhrif, sko meira heldur en við höldum, sko. Já, því maður líka lærir inn á sjálfa sig, sko, nú náttúrulega allavega þegar ég hef farið á ferðalegu og hugvíkandi efnum og þá er svona það íktasta sem ég hef upplifað er að ég hef þurft að finna empatíu fyrir morðingum af því að ég hef bara fundið þann part af sjálfum mér sem í annarri tímalínu hefði geta gert eitthvað slíkt, sko. Já. Og þá er ég bara, hver er ég til þess að dæma einhvern sem fekk miklu trámaðari aðstæður en ég og aðrar skilyrningar og eitthvað og hann framdi eitthvað svona ræðilega verknað, skilur. Já, þetta er með þetta, þú veist það, því við lifum kannski öllustu einhverju leitu upp í samfélagi í þessum heimi sem við fættumst inn í, skilur, þar sem að við erum að horfa svo mikið á svona, þú veist, hvernig við horfum á
annað fólk og hvort annað á svona yfirborðslegan hátt sko að þá erum við að horfa mikið á einhver svona staðalmyndir og erum að gera okkur staðalmyndir úr öðru fólki og dæma fólk sem gott eða slæmt, góða fólki eða vonda fólki og búa til svona polariseringu og en svona inn í því ákveðin aftenging við sko oft á tíðin bara mennskuna, þetta mannlega og í því fólki sko bara þetta kemur allt frá einhverjum stað, þú veist, einhverjum einmitt þess að vorum að tala áðan, skilur einhver svona dysregulation, skilur, óregulatað og ég meina, og svo það maður líka einhvern veginn að skilja, þú veist, að fólk stendur ekki bara eitt, skilur, úti, þú veist, það ekki bara, jú, við byrjum all ábyrgð á okkar eigin lífi, en á sama tíma, eins og í minni upplifun, þá erum við líka partur af einhverju samhengi. Algjörlega. Þú veist, og fólk, eins og bara að manneski fæðist inn í hennan heim og maður þarf nú ekki að líta langt aftur í tíman. Þú veist, það sem að fólk hafði bara voða takmörku skilyrði til þess að fara í einhvers konar úrvinnslu á sínum tilfinningum, hvað það átt að segja, þú veist, bara ekki eins og sigurum þess að átt að segja á þeim, skilur. Og hann að fólk er að ganga út í heiminn mjög dysregulatað. Vægast sagt. Og úr því sprettur alls konar, skilur, alls konar vandamál. Þú veist, og sem ég vil meina það meðal annars, þú veist, ofbeldi og alls konar geðsjúkdómar og hvað eina, sko. Ég vissi þetta myndi gera, sko, við fyrir alveg beint í djúpulegina, sko. Já. Og þá var ég myndi að hugsa út að við erum að tala um Gaza, svo erum við með viðburð, sko, að því svo langaði mig svolítið, við ætlum að tala svolítið um hennar mónokúltúr, sem að mér erst mjög, mér erst það svona að drífa dýpra heldur en þú veist, þegar við erum að tala í stjórnmálunum og öllu þessu, þá erum við alltaf að tala um þá förum við ekki á næsta level undir því sem einmitt, þú veist, bara það er verið að fæsta allir sama mót, bara hvað með allar skilyrningarnar inn í skólakerfinu og allt þetta, þú veist, við erum rosa mikið ofta að reyna að laga einhverja birtingamyndir ofanfrá í staðin fyrir að fara alla leið í að skoða orsakirnar og nú sko átti sér stað að því við vorum aðeins að tala um þessa svona myrkustu hliðar, nú átti sér stað atburðurinn daginn sem sló íslenskt samfélag alveg hrikalega, sko, að því að stendur svo nálægt okkur og þú skrifaðir aðeins þetta á Facebook mitt og þá hugsa maður við það, þú veist, að empatían, að finna empatíuna, sko, á yfirborðinu hryllilegu verknaður hjá sem dreng en maður hugsa líka bara trámað og rippuleffektið á fjölskylduna hans, sko, og framtíð hans og síðan náttúrulega þarf ekki að tala um bara hryllingin, sko, með þessa stelpu, en þá mitt rosalega skrítið og það kann að hljóma að horfa á þetta frá einhverju svona hærra perspektífi eins og þú nefnir svolítið þarna, þú veist, hafði þessi stelpa eitthvað tilgang fyrir okkur öll? Já, mér það bara, þú veist, það var alveg mín upplifun, sko, og einmitt eins og svo vill maður líka horfa á tilveruna þannig að, þú veist, að þjóna allt einhverju tilgangi, það gerist ekki bara eitthvað svona upp á lausu lofti, sko, upp á þurr. Það er alltaf eitthvað samhengi sem spilar þarna inn í og mín upplifun á þessum atburði á menningar nótt by the way að er bara hvernig áhrif hefur þetta á kerfið á manni, er algjörlega bara svona köld, ísköld tuska beint framan í andlitið á okkur, sko. Og þú veist að horfa á kynslóðina sem er að koma upp og eftir okkur og þetta er svolítið svona þetta er svona þess eðlis að þú veist það hreyfir mjög mikið við til dæmis allir því sem maður er búin að vera að hugsa og svona, hvernig er samfélag okkar að verða, hvernig er það að mótast maður sér og ég á nú sjálfu dóttir á úlingsaldri, sko, og á sveipuðum aldri á þessi stelpa og maður er búin að fylgjast með henni, fara gegnum skólakerfið og svona finna fyrir svona þessum hnökrum sem er eiga þessi stað og ekki bara inn í skólakerfinu og líka bara svona félagslega og maður er fundið alveg fyrir því að svona, þú veist, þessi skilyrði fyrir einstaklinga og
krakka sem aldrei til þess að bara að blómstra á stígan í sjálfa sig, eru takmörkuð, skilur, þannig að maður fundi alveg fyrir svona einhverjum þráðum þarna og svo þessi atburður á sér stað, þá náttúrulega hreyfir þetta við því öllu, skilur, það eitthvað, maður fundi alveg og maður getur hort líka aftur í sína barna, sko, þetta var heldur erfitt, sko, færi gegnum skólakerfið algjörlega, sko. og bara alls konar, kvíði og svona bara aftenging í rauninni sem maður upplifði. Spurningi mín sko með svona atburð, sko í staðin fyrir að fara í, við förum svolítið beint í sem alveg eðlilegt, að finna sökudólka og einhvern veginn það þarf þá meiri vopnaburð hjá lögreglu í staðin fyrir aftur að skoða orsakirnar og þá það bara sko, þessi hræðilega atburður birtingamynd á aftengingu samfélagsins, á aftengingu og hraða, því nú ætla ég ekki að fara ég ætla ekki einu svona að leyfa mér að fara vera með einhverja getgátur þennan atburð, en við vitum að mjög mikið á ofbeldi niður í bæ hjá ungu fólki til dæmis þegar fólk undir áhrifum kókaíns, amfetamíns, sem eru efni sem eru eiginlega alveg á hinum pólunum við til dæmis hugvíkandi efni og kannabis, sko. Þetta eru efni sem eru mjög aggressív og sko ég hlustaði einhvern tíðan á Dr. Sackbus og hann talaði sko bandarískt samfélag á hippatímanum þegar að sækadelikið var svolítið ofan á og síðan hvernig sko þessi ráðandi fíkniefni sína kúltúrin, svo kemur kókaínið inn og þá byrjar allur hagvöxturinn og uppbyggingin og byggingarnar og allur trillingurinn en með því náttúrulega allur þessi hraði og græðgi og allt þetta dót, þannig að maður svona og maður saknar þess kannski að við náum einhvern tíðan bara eigum við að staldra þess við núna sem samfélag, þessi hræðilega atburðir, ef maður notandi þess að skoða hvaða vegferð við erum. Já, 100% og það það sem þetta snýst sko, fyrir mér, skilur, þetta ekki það talaði, það voru svo fallegt að lesa alltaf sem maður las, skilur, skrif frá, foreldrar með þessar stelpu, sko, og bara svona hvernig þau voru að bregðast við þessu, skilur, bara, einhvern veginn frá hjartanu, sko, og bara svona, halló, getur þessi atburður, orðið til þess að bjarga mannslífum? Algjörlega, sem að manni finnst að við eigum að gera, og þess vegna erum við að tala um þetta hér, við eigum að gera það sem við getum til þess að það verði til þess. Einmitt, en svo bara kemur einhvern veginn á daginn að hver getan okkar til þess að í raun og veru bregðast við í samkennd og empathy og fara að búa til rými hlustunar inn í þessar aðstæður og svona að því að það í staðin fyrir að búa til rými hlustunar og bara svona ok, hvað hérna í gangi, skilur, hvað þörfum erum við ekki að mæta inn í samfélaginu hjá ungum krökkum, skilur. Það alveg ljóst að það einhverja þarfir og það eitthvað sem ekki að ganga vel upp þarna í þessu umhverfi að einhverju leyti og ég vil ekkert alhæfa neitt með það og heldur ekki geta í eyðurnar en svona tilfinningin og svona sem að fær það eitthvað sem að fara forgörðum. Það augljóst. Já, og svona bara og eins og þú segir, það einhvern veginn dálítið tákgrænt að á menningarnótt, að því aftur tölum monokúltúr, menning, að á menningarnótt séum við einhvern veginn búin að búa til þannig samfélag að það sé dagurinn þar sem við jafnvel mest hætta á að unglingar sé að byrja að drekka eða í fyrsta skipta setja sig í hættulegar aðstæður. Hvað segir þetta kultúrun okkar? Já, og svona svo þessi, það var alveg sláandi og samt líka svona dálítið skondið, sko. Svona, ég upplifi mig, svona, ég veit ekki hvers konar viðbragð það var, en ég blöskraði smá og eins og sagði að svo var ég að keyra út á land og sé ég á svona skilti við veginn, svona hnífamerki og svo bannmerki við hnífnum og þetta svona dálítið, ég velti þessu svolítið fyrir mér, þetta dæmigert fyrir okkur, skilurðu, að höldum við að við munum leysa þetta mál með því að banna hnífa og setja eitthvað bannmerki við vegkantinn. Það okkar leið? Þarna aftur, lokaritgerðin mín í háskólanum var viðhorf
og hvernig við getum breytt viðhorfum og þungamiðjan var fíkniefni og það alveg augljóst að allur litteratúrin sýnir forvarnafræðsla gegn fíkniefnum, hún virkar rosalega vel á þá sem þurfa ekki á hana að halda. Já. Þannig að þeir sem ekkert að fara að nota hnífa, þeir sjá þetta skilti og bara vá, auðvitað notum við ekki hnífa. En hópurinn sem nota hnífa, haldið að hann sé að fara að horfa á þetta skilti og segja, já, auðvitað, já, ekki vera með hníf. Þetta lýsir í mínum huga rosalega grunnum skilningi á því hvaða öfl eru þarna verki, sko. Já, 100%. Og að þetta lýsir ákveðni aftengingu að mínum mati og svo sem að, og þú veist, og svona að því erum að horfa á, þú veist, inn í, sko, að því við erum að tala eins kultúr, skilur, og hvað það í rauninni. Það var svona, og ég hef mikið búin að velta því fyrir mér, hvað það í fyrsta leið, hvað menning, hvað kultúr? Og kultúr svona mætti að mörgu leyti líka við á hvern jarðveg, skilur, og við erum að horfa á hvað ástandi í jarðvegnum, hvað að gerast þarna, hvað fær að grassera í þessum jarðvegi, hvað að gerast, svona, hvað lifandi í honum, og þannig að séu það eitthvað að grassera í jarðvegnum, í kultúrnum, og eitthvað sem að vaksa ásmegin, skilur, það eitthvað svona, og þú ert að horfa á eitthvað minnstur spilast út, þetta ekki fyrsta sinn sem að vera hnífstungu árust og þetta að grassera þarna, en við hins vegar sko erum náttúrulega bara svona meðlim í samfélagsins all þáttakendur í einhvers konar kultúr og erum að horfa á þessi skilyrði sem kultúrun að bara taka á sig einhverja mynd, skilur, og kultúr getur þá verið að því mentist líka á hvað mónokultúr, hvað það? Þú veist, það er svona, þú veist, mónokultúr mætti líka við svona grýttan jarðveg, þú veist, grýttur jarðvegur sem svona takmarkaður og svona, og býður ekki upp á svona, hann þetta er ekki frjór, opin jarðvegur, heilbrigð skildi til vaxtar, skilur, og inn í þannig aðstæðum, þú veist, þar svona held ég, þú veist, það sem að við erum í mónokultúr, svona það sem er takmörku skilyrði, þú veist, svona heilbrigð skilyrði til bara, þú veist, til fyrir einstaklinga til að fá að vera til í sínum fjölbreytti líka, skilur. Einmitt, þetta er náttúrulega, sko, ef við förum onni grunn að mínum að þetta villuna í samfélag, þá einhvern veginn, við erum búin að búa til skilir þar sem við verðum að reyna að festa allir í sama mót, þó það sé sko gjörsamlega augljóst, ég meina nú er ég með lítinn hund hérna frammi, sko ég get verið með annan hund af sömu tegund og þeir eru augljóslega ólíki karakterar. Já. Þeir þurfa ólík skilyrði, þeir hafa ólíka styrkleika, ólíka veikleika, og það eru hundar, sko, mannfólk klárlega þannig og að öllum líkindum talsvert flóknara. Hvernig dettur okkur í huga, til dæmis bara menntakerfið sé þannig að það steypa öllum í sama mót. Þetta er einhvern veginn næstu því orðið svona bara nýju fötin keisarans. Það hljóta allir að vera sammál þetta. Eina sem við þurfum að, að finna út úr hvernig getum við búið til nýtt system, sko. En það hljóta allir að vera sammál að þarna er eitthvað svona grunnvilla hjá okkur. Já. Og svona og spennan sem myndast, skilur, við svona hvað ég segja, ófrjó og erfi skilyrði, skilur, og svona, þú veist, þetta er einhver spenna sem er þarna og þannig bara, og þannig menninganátt, það er einhver, það blossar upp þessi spenna og bara, þú veist, líka eins og, þú veist, nú erum við að horfa líka bara á allar, þú veist, eldgósin á Suðurnesjum og svona, þú veist, til spennlósun, skilur, þú veist, þetta er bara svona brýst fram og þú veist, og maður sér og finnur líka, þú veist, í þessari kynslóða eins og ég svona finnst þið skinni ekki dóttir mína, þú veist, er þrátt fyrir að þau sé að vaksa upp þessi skilir, þá er alveg heilmikil meðvitund inn í þessari kynslóð, sko. Klárlega. Og það er rosa mikið einhvern veginn svona, það er rosa mikið svona, maður fær þessa tilfinningu einhvern veginn að svona, þú veist, hvað eru þeir að gera þetta?
hvað erum við að gera, hvað í gangi hérna, þú veist, þetta frá þeim, sko, þú veist, og þá að mörgum svona úlingum, sko. Ef við færum bara í þarfapíramída Maslow, sko, þá og þetta svo að tala með regulera eða, þú veist, jafnvægis til taugakerfi, ef að við erum að koma úr aðstæðum á Íslandi, þar sem að, sko, við vorum bara í neðsta, það bara, fæði og skjól. Já. Við erum búin að þurfa að vera að berjast fyrir fæði og skjóli í öll þessi ár og allar þessar aldir á Íslandi. Nú að koma upp kynslóð, sko, svo eins og feður okkar og mæður, okkar kynslóðar, þau voru kannski fyrsta kynslóðin sem sáu til þess að börnið þeirra voru klár með fæði og húsaskjól alveg og það hefði kannski ekki verið að berjast upp á líf og dauð á hvern dag. Það okkar kynslóð. Sú kynslóð, sko, á síðan kannski alltaf eru möguleika að trúa því sem börn, já, heyrðu, það búið að prófæta þessu fyrir mig, þetta komið. Þannig ég get farið einu stíu ofar og það heyrðu, ég get kannski farið að veita börnunum mínum tilfinningalegt uppeldi. Ég get farið að veita þeim tilfinningalegt skjól. Já. Þannig að þessi kynslóð sem þú ert að tala um eins og dóttir þín, þau eru kannski fyrsta kynslóðin sem að koma, heyrðu, sko, lífið okkar, við erum ekki first í survival mode, því það búið að, sko, það inn í frumunum okkar að við trúum því að það sé komið, sko. Algjörlega. Þá kannski þurfum við að fara að pæla svolítið í bara, hvernig ætlum við að gera þetta? Já, algjörlega, bara nýtt stig og svona tilfinningagreind og þú veist, þessi atriði sem eru, maður finnur að sætir minni furður, sko, alveg bara svona tilfinningagreind sem hefur kannski ekki orðið til bara fyrir en svona upp úr 30 að mér komið inn, sko, hjá 16 á dóttur minni, sko. Algjörlega. Þú veist. Algjörlega. Þannig að það alls konar svona atriði, þú veist, og þá er þetta kannski svo, þetta svona, fyrir mér að mörguleiti svona time to catch up, sko, líka. En maður er búin að finna fyrir þessu lengi og þú veist, og maður hefur séð, skilur eins og með, hvernig breytum við menningun okkar, skilur, þetta náttúrulega bara byrjum á því að svona veita þessu athygli og svona kúltúr og menning er ekki eitthvað sem að veist, við getum bara, við látum þetta bara reka á reiðanum, veist, við getum ekki haft, við getum haft áhrif, skilur, við getum ekki alveg eins og þetta að rækta jarðveg, þá er þetta að rækta kúltúr, og maður sé þetta á vinnustöðum, skilur. Það er þetta að gera ótrúlegustu hluti á vinnustöðum með því að fara markvisst í að rækta ákveðin skilyrði og ákveðin kúltúr, skilur, bara með því til dæmis bara það að búa til farveg fyrir heilbrigð og lifandi samskipti, skilur. Og þá er ég ekki að meina, þú veist, svona yfirborðsleg samskipti út frá einhverju svona staðalmyndum, skilur, heldur bara að búa til rými fyrir mannlega eiginleika og mannlega þarfir, skilur. Af því að svo inn í þessum mónokúltúr öllum kemur á daginn og við erum ekki velmenni, sko. Okkarlega. Veist, og við erum samt einhvern veginn að reyna að opera þetta oft tíða með út frá einhverjum skilyrðum, svona mekanískum skilyrðum, skilur. En við erum lifandi verur og við hefum þarlegandi lifandi þarfir og þurfum að finna einhvern farveg fyrir það samhliða því öllu sem við erum að gera, skilur, mekaníst og þannig erum við svolítið að svona, ég vil meina, þú veist, að vissu leiti svona mæta takmörkunum okkar í þessari mekanísku mónokúltúr nálgun að því að mannlegu þarfum okkar fá ekki eins mikið brautargengi og það þurfa inn í þessum aðstæðum. Og þá kemur þetta, þú veist, þá er ekki bara, við erum ekki bara að horfa upp á kúltúrin, skiluru, inn í yngri kynslóðina, að því að, þú veist, þau eru bara spegilmynd. Akkurat. Þú veist, við erum að horfa á, skiluru, hvernig eru við í okkar bara dagstæðlega lífi, hvernig eru við á vinnustöðum, hvernig eru samskiptin, þú veist, hvað er það sem að við viljum rækta sem þú veist, hvað skiptir máli, skilurðu, hvað skiptir okkur máli hérna í þessu umhverfi, af hverju eru við ekki að ræða það, af hverju eru við svona, og svona allir þessi svona áherslu á staðalmyndir, eitthvað svona barást á milli kynjana, skilurðu, kallmenn eru svona, allir kallmenn eru svona, allir konur, þú veist, það er að hólfa allt niður í staðan fyrir að við séum öll eitt. Við erum öll mannleg, við erum öll mennsk, við erum öll með mannlega þarfir, við erum öll með tilfinningar, við erum öll einstaklingar, skilur, og burt sér frá kyni, burt sér frá
stöð og hlutverki, þá erum við all mannlegir einstaklingar og allir svona, þetta er svona, þú veist, eru þetta ekki atriði sem að við þurfum mögulega að fara að leggja meiri áherslu á, draga meira ég fram? gæti ekki verið meira sammálaður þarna sko, því ég sé svo mikið sko, að þú veist, að það að byrja aðgreininguna. Ég kall og konur eru nú einhvern veginn svona, ég er svona á litin og þessir eru svona, þá ertu strax byrjaður í aftengingunum frá því að vera með samkennd gagnvart öllum og einhvern veginn, þú veist, við erum, eins og segir, við erum öll manneskjur, sko. Það á að vera grunnstefið, sko. Svo jú, auðvitað erum við síðan með ólík kyn, auðvitað erum við síðan með ólíkan litarhátt og allt þetta, en það er svona, á undanförnum árum er dálítið mikið búið að vera hendi að sko hópurinn þinn, við og hinir, að það er einhvern veginn kemur á undan öllu öðru og þú átt að skilgreina allt út frá, þú veist, þú tilheyrir einhverjum ákveðnum hópum og þar finnst mér bara einhvern veginn svolítið þessi empatía, þú veist, og eins og bara fyrir mér var bara ekki fallegt að horfa upp á þegar þessi hræðilegi atburður var allt í einu orðin að einhverju kynjastríði, sko. Það er sorry, sko. Já, nei, það er ekki mistök, sko, að mínum mati. Já, bara, þú veist, það bara, einhvern veginn, þú veist, þá ertu komin út úr empatíunni, sko. Já, það er akkurat það sem gerist, skilum, leið og ég kom með einhver staðnaða túlkun á hver þinn veruleiki er að staðalmynd, skilur við, þá þá er strax bara komin lokun, þá er ekki lengur opin fyrir þínum veruleika, þú veist, það var svona, og þetta er það sem að, þú veist, við erum ofta að glíma við og svo upplifir fólk líka bara rosalega mikinn sársauka og, þú veist, ég hef ekki hitt neina mannesku sem vill ekki vera séð að heyrði í sínum veruleika, skilur við. Þetta er bara mannesku yfir höfuð, hvort sem það er kall eða kona eða alveg sama á hvaða stíð í þjóðfélaginu og það skiptir engu máli. Skilur, það vilja allir bara vera, skilur, að veruleiki okkar sé virtur sem slíkur, skilur. En leið voru komið með þessar staðalmyndir eða þessar dóma sem við vörpum á hvort annað, að þá erum við ekki lengur opin fyrir því. Ég veit nú þegar hver þinn veruleiki er út frá þeirri hugmynd sem er imprentið í mig. Allir kallmenn eru svona, þetta er bara lokun og þetta er grunntónnin alltaf í þessum mónokúltúr, sko, staðalmenningunni, sko. Kemur svo sterkt til minni núna þegar við erum að tala um þetta, því að þú veist, talandi um að gera kynjastríð og þá, þú veist, þetta orð sem ég reyndar bara vil ekkert nota, sko, en þú veist, við tölum um að sé einhver eitruð karlmennska sem er svona mikið búin að vera að nota hugtak og þá er sem við myndum, ok, segjum sem svo að við notum það hugtak og þá held ég að við séum alltaf svona einhvern veginn við getum kannski verið sammála um hvað það er ef við förum í ýktustu myndina og þá er það kannski ýktasta 1% af þeim sem sýna mikla aggressjón eru yfirleitt karlmenn og það eru þeir sem enda til dæmis í fangelsum. Það er svona ýktasta tegundin af eitraðri karlmennsku. Sko, ef þú mætir þessu sem þú kalla sem eitraða karlmennsku með, sko, það þarf að uppbreyta eitrað, þá ertu komin í eitruðu karlmennsku orkuna. Já. Í staðin fyrir að þú sést með mann, nú svo ég hrósi öðru manni, eins og Tolla Mortens, sem er búin að fara inn í fangelsin, talandi um að vera heyrðir og séðir. Þar er þessi strákar alltaf inn fyrir að hugleiða. Þar er hann alltaf inn að hjálpa þeim að komast niður í hjartað og þeir eru helt trámaðir. Og allt í einu finna þeir að það er verið að mæta þeim með öðru en dómhörku. Og þar verður transformation, sko. Já, ég veit það, sko. Ég veit það. Þetta er svo, ég fæ gæsa á, sko. Já, ég fann það. Bara, þú veist, og þetta er svo vont, sko. Og hérna, að því að já, og að því það er þessi aftenging og svo er einmitt eins og við vorum að tala um og bæða aftengingin og svo líka að loka líka á skilurinn til þess að endur heimta tenginguna, skilur þú veist, bæða veri aftengingu og fá síðan ekki tækifæri þess að finna aftur tengingu skilur, að því að lítum svo á að þú veist að þessi hægðun og þetta sem er að gerast sé hérna mögulega afleiðing aftengingar og síðan að búa til lokun á því að við komum degja mögulega að finna aftur tengi. Nákvæmlega. Hugsaðu þér, skilur. Þetta er svolítið, þetta er alveg vont, sko. Ef maður hugsaður út í þetta svona. Já, því, sko, það er svo fallegt, sko, þú veist, þegar ég hef verið kannski í svetti og þá sér eitthvað gæi sem var, sko, satt 9 ár inni eitthvað og í dag er hann bara
bara lífsmissjónið bara hjálpa öðrum gaurum og bara sami krafturinn og fór í glæpinni komin til góð, bara, þetta er svo mikið transformation sko. Þetta er bara, þetta er svo og fyrir okkur sem samfélag þá svona einmitt talandi ef við náum að þeir sem eru aftengdastir og fremja þar að leiðandi sko, því ég löngu farin að horfa á tilvunina þannig að það er sko slæm hegðun eða slæm fólk sko. Slæm hegðun þýðir ekki endilega þú sért slæm manneskja sko. Alls ekki. Slæm hegðun getur verið afleiðing alls konar hlut og allt þetta og þá er sem er sko bara þetta þegar einhver þeir okkar eða þau okkar sem framkoma verstu hegðunina þegar að ef að við náum einhvern veginn að búa þannig hnútana að það fólk fara fyrst og fremst að sína af sér mjög góða hegðun þá erum við sem samfélag að virkilega taka framförum sko. Svo mikið sko og svona og ég bara þakka Guði fyrir þetta fólk skilur svona þegar fara þessa leið sko að hjálpa öðru fólki með þessum hætti sko eins og Tolli og svo magnað starf sem Sara María er búin að vera að gera til dæmis í Eden Já, við getum hrósað henni og svona opna, svona opin kultúr, skilur, maður finnur það bara þegar maður kemur, þannig er svona skilyrði, þannig maður finnur actually fyrir lifandi og svona fjölbreytilegum kultúr, skilur, það koma einstaklingar inn, alls konar fólk skiptir einhver máli, sem fær allt í einu getur verið inn í einhverju umhverfið sem maður getur bara fengið að vera sjálft og reguleita sig og umhverfið til að vinda ofan að taugakerfinu af því það sem ég er farin eftir bara mína baráttu við sjálfa mig þá er ég farin að horfa á stundum kemur bara svona eitthvað ofbeldi og það fyrst sem kemur þetta er bara fight or flight hefðun þetta er bara ofvirt sympatískt taugakerfi. Já, og svo erum við náttúrulega ótrúlega heppin á Íslandi, svo höfum við alltaf náttúruna, við höfum vatnið, skilur, og náttúruna, við höfum alveg frábært tækifæri til að gera stórkostlega hluti með þar auðlindir sem eru okkur aðgengilegar hér, sko. Svo lengi sem við erum ekki föst inn í þessu fight and flight mót og talandi þessa eitrugu kallmennsku og talandi þessar frávarpanir, þessar projections og dóma sem eiga sér stað, skilur. Ég vil meina að þegar við förum actually í þessa vinnu sem við þurfum eiginlega öll vil ég meina, það er ekki bara það er ekki bara einhver sem lendi í einhverjum erfiðleikum í barnæsku sem þurfa að fara að vinna í sjálfum sér. Við þurfum einhvern veginn held ég öll að vinna í sjálfum okkur, bara til þess að geta reguleita okkur og haldi áfram að aðla okkur þeim aðstæðum sem við erum í og svona leið við förum í þessa vinnu sjálf eins og við höfum fundið, skilur, og fara inn í þessa sjálfsvinnu og þessa garðyrkju sem í því er fólgið að þá hætti maður að horfa á hlutina út frá, þá þarf maður ekki lengur að varpa frá sér eit og kalla hinn hópan þetta hitt, skilur, að því maður skilur að já, þarna er það er sameiginlegur strengur í okkur öllum en ég myndi bara það sem svona hefur verið að koma til mín í þessu samingi er rosa mikið bara og aftengt kallmennska frekar en eitur kallmennska hvernig það er aftengt kallmennska sér og það er nóg til að henni, skilur, það er mikið aftengtum kallmennum mjög mikið, en það er svo áhugavert í þessu samhengi að það er aldrei talað öflug kallmennska, falleg kallmennska, heilbrigð kallmennska og það sem bara það sem verið að hafa fyrir ungum drengjum er þetta auðvitað, eitru kallmennska en hvað er þá frábær kallmennska? Það er enginn að hjálpa þeim að sjá það. Okkur vantar svo fyrirmyndir. Bara algjörlega, sko. Og það er ekki nóg að sé eitthvað að koma inn í skólana til þess að segja þeim að þeir eru ekki að vera hræðilegir, sko. Nei. Þú veist, það er einhver að segja þeim, ég er hérna einhver gaur og ég er með einhverja hormóna og eitthvað, bara, þú veist, hvað er hérna, og talandi þennan þroska, sko, strákurinn hennar systur minn er svipuðum aldradótið, hann er að verða 17 núna, bara.
það sem ég sé, að hann bara einhvern veginn allt í einu fara að tala að ég er svona bara maður Guðs, sko. Og þá er ekkert að eiga samræðana með hann, hvað er fyrir þér að vera maður Guðs? Og þá ertu kannski aldrei komin í hvað er svona ultimate healthy masculinity, skilur. Já, og maður er sjálfur búin að þurft að reyna að þræða sig inn í það að komast að hvað það er. Og það er alveg vegferð út af fyrir sig. Já. Og svona bara, en svona tilfinningin er einmitt og þetta er sama með bara, þetta snýst svo sem eins og ekkert bara kyn, skilur, og það er líka fullt af aftengdum konum, aftengd kvennorka, skilur, og hún er alveg jafn slæm, þú veist að þetta er allt sama ofið, sko, hún hefur jafn mikil áhrif og dæli jafn mikið af einhverju tjöru inn í aftengdu kallmennskuna eins og tjaran sem dælistur aftengdu kallmennskuna yfir aftengda konur. Já, menn ef maður myndi segja, sko, mín teóría væri svolítið svo að, sko, andfélagsleg hegðun eða þá það sem væri þá, sko, slæm kallmennska, birtingamyndin er aggressjón. Ef við horfum bara út frá börnum, bara litlum stráka, bara strákanir þeir fara að slást eða öskra á hvern annan. Aftengd kvenmennska og andfélagsleg kvenmennska er oft útskúin. Að stelpurum er útskú og vinkonahópnum. Það er beitt og það er það sem við erum alveg búin að vera að sjá. Þú veist, hverjir eru það sem er að agitera fyrir slaufunum og kanselleringum og einmitt að fólk fá ekki tækifæri til þess að tengjast aftur, það er bara refsing og allt þetta. Það er stundu bara og þú sér það, aftengd orka tjá sig þannig, skilur, særin desæra, þetta er allt þetta, skilur. En hvað myndir þú segja með þessar góðu punktur að tala að við þurfum, að ég er svo innilega sammála, við þurfum öll að fara í þessa sjálfsvinnu og það er náttúrulega einhvern veginn virkar sjálfsvinnan allavega fyrir mig, sko, það er þetta þessi setning sem að er, sko, þú munt alltaf fá einhvers konar þjáningu eða sársauka, en þú getur valið, viltu the pain of regret eða the pain of discipline. Og því miður fer maður ofta ekki sjálfsvinnu fyrir en eftir að maður fær áfall eða eftir að maður fær veikindi eða eftir að eitthvað hræðilegt gerist. Það væri svo geggjað ef það væri bara, þú veist, ef það væri bara einhvern veginn, nei, ég ætla að fara í sjálfsvinnuna áður en ég verði neyddur í hana. Já, ég menn þá getur líka bara kallað sjálfsstyrking eða bara sjálfsefling, self-empowerment. Ég trúi því að því við byrjuðum að tala þessi stríði, þú veist, á Gaza, Úkraínu og allt, ef við horfum á, sko, stóra sem er heimurinn, svo erum við komin í Ísland og svo smækkum við alltaf hringinn. En ég trúi því að það sé, sko, einhvern veginn, það er í pípunum einhvers konar bara þróunar stökk mannkins að mínu mati og einhvers konar bara vitundavakning á jörðinni og það verður dimmast áður en, sko, darkest before dawn og þá er það, sko, meðan að við förum ekki öll í þessa sjálfsvinnu þá verðum við neitt í hana, sko. Já, 100% og líka bara það er svona rosalega mikil að því við erum búin að lifa svolítið inn í þessari svona skél staðalmyndarna, skilur, vera að leita okkur virðis í ytri aðstæðum rosa mikið svona, þú veist, þessi þráður að, þú veist, já, þú þarft að vera svona til þess að vera viðurkenndur, til að fá upplega virði og þannig að við erum, þú veist, þessi erum ofta tíðum föst í einhverjum svona lúpum, skilur, inn í staðalmenningunni en í staðin fyrir að og við erum alltaf þáttakendur í samfélaginu og ég erum alltaf hlutverk og einhver svona stað og þess að það skiptir alveg máli ég er ekkert að gera lítið úr því en hvað varðar þessa tengingu þessa rauntengingu við okkur sjálf hvort annað á lífið að þá þurfum við alveg að fá rými til þess að fara í þessa vinnu til ekki bara til þess að reyta arfa úr fortíðinni svolítið mikilvægt atriði sem ég hef fundið og sé í því að það er líka bara lykil atrið að fá tíma sverum til þess að tengjast okkur sjálfum, skilur, komast að í hver ég er. Sko, þú veist að ég get ekki, það getur einhver annar sagt, þú getur ekki sagt mér hver ég er. Einmitt. Ég þarf að komast að því sjálfur, skilur, og svo get ég tjáð minn veruleika til þín þú ert opinn fyrir því að hlusta, skilur, og svo er ekkert allir opinn fyrir því að hlusta, sko, en sjálfsvinnan líka, þú veist, það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað gullana í þetta að sækja, þetta er ekki bara það að vera, þú veist, að vera, hamast í beðinu og reyta arfa, þetta, þú veist, það eru gjafir sem að koma upp krafsinu, skilur, og sem að búa innra með okkur. Og við fáum, og það er svolítið svona í staðin fyrir að, þú veist, að líta á þetta sem einhver svona
jú, við verðum að gera þetta, þú veist, að því að annars bara, þú veist, fer allt, skilur, að bara lenda eins og gerist, við lendum á veg, en þá það líka bara gjöf fyrir okkur til að fá tækifæri til þess að, jú, byrju, heyrðu, þetta skiptir líka máli sem að gerist þetta innra með mér, að þú veist, þannig að þú veist, þessi tenging við sjálfið, hver við erum, sem þá líka forsenda fyrir því að ég geti lagt eitthvað að mörkum, að mér finnist eins og ég hafi eitthvað að gefa, skilurðu, það gerist ekkit öðruvís heldur en að búa til sveigrum og skilyrði fyrir þessa vinnu og þar að leiðandi líka svona ákveðin uppræting á mónokúlturnum að því leiturinn til að því fleiri einstaklingar sem gera þetta, því fleiri einstaklingar sem tengjast sjálfum sér og fá tækifæri til þess, því meira rými verður til fyrir aðra til að gera slíkt í sama og svona fjölbreytileikin eykst. Og það svona svo fallegt sko einhvern veginn núna að við erum að þetta samtal og sko það er svo gott að minna sig á sko, ok, hvað búið að gera sér þessu samtali að því fjölmiðlun vill, og við töluðum það í byrjun, þú veist, þetta að fara í einhvern málstáð, þetta einhverjum ráðherra að kenna, ok, við erum búin að fara þessi, við erum búin að tala þessa hluti en þegar kemur einstaklingum þá erum við búin að hrósa fólki hérna. Við erum búin að hrósa Helga, við erum búin að hrósa Tolla, við erum búin að hrósa Söru Maríu og það sko, ég vil trúa því nú ég að útvarpa hluti minna, fullt af fólki að hlusta. Það svo fallegt að ég ekki að tala baku fólki hérna, heldur ég að hrósa fólki og það eitthvað í þér sem býr til það rými fyrir mig að í þessum þætti núna er ég að hrósa meir en vanalega og það þín sjálfsvinna, skilur við. Já. Og svona virkar þetta, það er svo gott að minna sá auðvitað, þú veist, það er ég held kannski ok, ef ég geri þessa sjálfsvinnu og þessa sjálfsvinnu þá fæ ég þessa útkomu, en birtingamyndirnar oft svo óvæntar og þá er svo gott þegar það eiga sér stað að minna sig á það, þetta fallegt sko, þá ferðið í þakklætið og þakklætið náttúrulega bara svo hátíðni sko. Já, svo mikið sko, og líka bara sjá og þú veist að maður sér líka, þú veist, að maður finnur það svo mikið, þú veist, leiður sér að finna fyrir því alveg, þú veist, að maður væri kannski ekki einmitt á þeim stað sem maður á nema væri fyrir annað fólk sem búið að gera 100%. Skilur, 100%. Og maður að sjá, þú veist, þetta stigmögn, þú veist, undanfarn ára maður að sjá stigmögnun í veldisvöxt í kringu sig á, þú veist, þetta svo rosalega, þetta eru mikli kraftar sem leysast úr læðingi þannig, skilur, bara fólk sem að fer actually í þess að vinna og gerir þetta af heilum hug, sko, þú veist, áhrifin sem það hefur á bara lífsitt og líf annara er magna fyrirbæri, sko, út af fyrir sig, sko. Já, og ég vona að muni einhver benda mér á eitthvað svipað eins og ég er að gera svolítið því núna þegar Birgir Örn kom hérna, sem var svona fyrstur með ayahuasca til Íslands og hann fattaði það ekkert sjálfur og ég segi alltaf í henni, heyrðu, þú varst gæinn sem kynntir mig fyrir þessum hlutum og nú er ég mögulega að opnast að pípan út í þetta samfélag þessa hluti, það er út af þér, sko. Já. Og hann alltaf í henni, já, þú meinar. Hann var ekkert að fatta sína áhrif, skilur. Nei. Og þetta er svo fallegt, sko. Maður getur verið að gera eitthvað geggjaða hluti, en maður kveikir ekki á því sjálfur, sko. Og þá er svo gott að eitthvað annar minni mann á, heyrðu, þú veist, pæla ekkert í því, sko. Nei, nákvæmlega, sko. Þetta er alveg magnað og þarna kemur þetta líka bara svona þessi þráður svolítið svona, veist, það er eitthvað í mótun, það er eitthvað í bígerð og svona ég held að meðvitundastigið sé að hækka og það er líka óþægilegt að því það neyðust þú kannski til að sjá hlutina í nýju ljósi og getum ekki lengur loða við gömul minnstur sem ekki að þjóna okkur lengur, sko. Það verður gegnsætt. Það er alltaf mín í dauði falin í því að breytast, sko. Veist, það er innbyggt í okkur, heilin vill verja okkur og breytingar þýða að einhver partur af þær er að deyja og það er auðvitað ekki þægilegt, sko. Það er óþægilegt, það er umbrot, skilur, en það er svona, veist, og þannig kemur þetta líka bara náttúran, skilur, hvað kennir hún okkur? Hún kennir okkur, þú veist, það er vöxtur og svo er vistnun, skilur, það er gamalt þar að vistna en vistnunin verður að næringu, næringu fyrir það sem er nýtt, skilur, þú veist, og það er líka hluti af þessari endurtengingu, þessari mögulegu endurnýjun og í bara samband okkar við okkur sjálf og náttúruna og hvort annað, sko, er að innleiða þessa náttúrlegu ferla, skilja að það er partur af okkur, skilur, og bara það er eðlilegt að fara í gegnum
tímabil ákveðnar vistnunar að lifa henni gamla deyja, fjara út og fara en það áburður fyrir það nýja sem að koma sko. Og það ekki líka svolítið að því það kannski ef ykkur að hlusta á mann með gaggrínum augum og segir ok, það verður að tala monokultúr, ok, það verður að tala menntakerfið, ok, við erum búin að átta okkur á því en hvað þið að færa fram í staðinn? Hver lausnin? Þá fyrir mér séð svolítið þannig að ef þú byrjar á að ekki alltaf fyrst að skrifa að auka vakninguna herðu, þetta þessi, við erum á sko eins og til dæmis bara eitt sem mér mjög hugleiki, það þessar undirliggjandi tölur heilsu Íslendinga. Það sko 65-70.000 Íslendingar á þunglyndislyfjum. Það sko, ég man ekki hverja tölurnar þegar kemur á offitu, bara allir lífstílsjúkdómar á leiðinu upp. Ég hef ekki heyrt neitt þingmann tala þetta, sko. Nei. Fyrir mér þetta stærsta mál samfélagsins. Og talandi þú veist, bara þessi hnífaárás og allt það sem að gerast, sko, þetta á einhvern nátt heilsuleysi. Þetta á einhvern nátt veikindi. Já. Hvort sem þau eru andlega eða líkamleg. Og þá svona, höfum ég hugsað, ok, ég geti bent á allar þessar undirliggjandi tölur, ég geti bent á það bara, hér þetta bara á platta fyrir ykkur, það augljóst að við erum á leiðinni á rangri leið, en þá ástæðan fyrir að ég er meira svo búin að skrifa pistilum þetta, ástæðan fyrir að ég hef ekki birt hann en ég er ekki búin að benda á hvað ég var að gera í staðinn. En ég er ekki alltaf fyrst að skrifa það bara að segja, þetta verkefnið, getum við byrjað að eiga samtal að þetta sé mikilvægasta mál samfélagsins og taka þetta alvarlega. Þá erum við að opna jarðveginn fyrir að einhverjir frjóir hausar byrja að koma með útfærslu, sko. Og það alls konar leiður og lausnir, skilur, að við erum opin fyrir því. Það er allt til, skilur. Leiðirnar til breytinga aðferðirnar eru þetta er allt í boði, skilur, ef við viljum. Og þetta er náttúrulega líka spurning að við séum opin fyrir viðeigandi breytingum inn í viðeigandi aðstæðum sem við erum í, skilur, og aðlugun okkar að því umhverfi sem við erum partur af. Alls konar svona atriði sem skipta máli. En svona það kemur að nýjum lausnum og leiðum, þá þurfum við náttúrulega einmitt að finna leiðir til að búa til skilyrði til þess að þörfum og gildum og slíku sem að er ekki mætt og er að valda glundroða og aftengingu í samfélaginu og í kringum okkur. Að við finnum leiðir til að mæta þeim, skilur, finnum einhverja aðferðir, finnum einhverja leiðir sem eru viðandi í hvaða umhverfi fyrir sig, skilur. En mér fannst alveg magna bara, og það var áþreifanlega magnað í rauninni. En svo ég fór til Japan daginn. Já. Og ég maður fann svo mikið fyrir, sko, svona tónnin einhvern veginn í menningur, hann var allt öðru vísi. Það var eitthvað, skilur, heldur maður upplifir það var svona, fólk svona tjáði einhvern veginn svona gesture svona til að sýna fram á virðingu og maður fann alveg svona það var grunntónnin í samfélaginu var einhvers konar virðing, skilur. Já, ég hef verið nokkur sem í Japan og virðing dálítið bara svona grunnstefið. Já, og það er alveg magna og þetta er bara second nature, skilur, þetta er bara svona rótgróið inn í menninguna hjá þeim. Sko íktasta dæmi sem ég hef í Japan, það var ég í Kyoto og var að labba undir brúnni og ég sé útigangsmenn. Japanskir útigangsmenn ekki algengir. Nei. Bara það að sjá útigangsmenn í Japan, en sko, ég hef aldrei séð nálægt í snirtilega útigangsmenn. Þeir voru með allt í boxum og bara skilur og hugsa, wow. Þú veist, og það var einmitt svo, sko, ætlaði ég að fara að gefa þeim pening, ég vildi ekki sjá að fá pening, sko. Nei. Vá, þú veist, og þá var það einmitt þetta er bara eitthvað alveg, þetta er í grunnstefunu þeirra frá því að þau bara fæðast, sko. Já, og svo finnum maður svona eldra fólk það labbar einhvern veginn bara það, með reist, skilur og svona þannig að alls konar svona undirliggjandi þræðir sem eru lifandi inn í jarðvegnum þeirra, svona gróska, þú veist, sem þeir eru búin að rækta í gegnum tíðina, sem maður finnur alveg fyrir og ég fann alveg með leiður óslega vel í kringum fólk, skilur bara þó að séu, eins og Tókjó, 36 milljónir manna, bara flaumarnir af fólki að streyma, að milli staða með ólíkindum, en samt einhvern veginn leið manni, vel í mennskunni sinni. Mér fannst það svo áhugaverð upplifun í sjálfu sér, sko. En Japan líka með, komst það líka í Japan, þeir eru með þetta hugtak sem kallast Shinrin-yoku, sem Japan, svona therapeutisk nálgun á
á náttúruna, þú veist, að fara út í náttúruna og fara í sinni jóku og svona mindfulness practice og að bara svona leifa hugsunum okkar aðeins að gefa þeim frí, skilju, við erum svo mikið að hugsa, sérstaklega inn í vestrarna heimi, alveg bara og fara út í náttúruna, þeir kalla þetta skóarböðun eða náttúruböðun og bara fara inn í þessa skynjun á og bara tengjast umhverju á náttúrunni, verða fyrir þetta er bæði regulation sem á sér stað, skilur það er ákveðin opnun, þetta opnar ákveðina taugabrautir, þetta svona og hjálpar okkur að stilla okkur aðeins af og Japan er búin að átta sig á það að umhverfið að við erum partur af umhverfinu, skilur. En hvað myndirðu segja einmitt ein pæling sem kemur til mín núna, hún hefur komið til mín áður sem einmitt að við erum búin að búa til rosalega hluti með framheilanum okkar. Allar þessar borgir og allar þessar byggingar og allar þessi vöxtur og allt þetta dót. Ef við segðum að ætti að verða eitthvað vitundastökk, að þá vill framheilin, hann vill ekki sleppa tökum af kerfunum eins og þeir eru, fyrir en við vitum, já, en hvað á að taka við. En ef við segjum að það sem á að taka við einmitt það að þú droppur úr framheilanum, þannig að þú munt ekki skilja hvað það sem tekur við fyrir en þú dettur niður í þá tíðinni, Já. Þá myndur síðan segja eftir á já, auðvitað átti þetta að vera svona. Já. En ég gat ekki kalkuleitað með framheilanum. Nei. Af því það var einmitt framheilin sem þurfti að víkja til þess að nýja framtíðin fengi að taka við, Og það er bara þessi sjálfsvinna sem einmitt, ég talaði nú um Tollum-daginn, hann er nú orðin lífsreyndur maður, hann sagði, ég bara svolítið að ná þessu öllu niður í 2 orð á endanum allir þessari sjálfsvinna, það er bara let go. Já. Nei, svo mikið að búa til rými fyrir einmitt einhverja nýja lausnur og leiðir og að eiga þessi stað eins og vera að minnast eins og sinni njóku því að það er eitthvað sem ég er búið að hjálpa mér rosalega mikið ég bara að finna mitt regulation og mína tengingu og jartengingu og svona bara að halda sjó bara inn í við þessi skilyrði það bara náttúran hefur bara verið algjör lykill og bara vatnið og alltaf bara þetta magna land sem við eigum sem við erum oft eitthvað að bölsótast í skilur sem kannski skiljanlegt að því að skilur að því að þetta náttúrulega var hrjóstutt land og er eftir að lifa við þessar aðstæði þegar áður fyrir en núna er þetta, nú er náttúrulega hitt í húsum og við hefum bara mjög gott en við erum með þessa mögnuðu náttúru og þessi elementu skilur þessa krafta sem er allstæðir kringum okkur skilur og það bara geta keyrt 5 mínútur út fyrir bæjarmörkin og bara aðeins tjúna út inn í umhverfið skilur og droppa úr framheilunum fara úr þessum beta framheila bylgjum yfir í bara aðeins svona hægari heilabylgjur, alfa heilabylgjur og þá breytist allt í einu bara ásýnd okkar á allar aðstæður og heiminn, skilur, og við fáum allt í einu bara nýja lausnur og leiðir bara, þetta er bara í boði beint fyrir utan bæjarmörkin, skilur. Þú talar þetta svona alltaf fleiri, þú hefur verið að taka fólki flot til dæmis. Já. Það er ekki mjög gott dæmi þú veist það svona heilin bara akkur ætti að fara að liggja í ykkur laug en svo þegar þú ert búin að droppa niður í það sem gerist þá bara, þetta er svo gegn þá er öll skynjunin í öðruvís sem hún var áður en þú fórst í floti Þetta er alveg magna Sami heilin og var eitthvað, nei, ég er ekki bara að gera þetta ég hlýt nú að vera með eitthvað skemmtilega að gera það er einmitt sá heili sem þú ert að slökkva á Já, fara bara beint í regulation og ég hef aldrei hitt mannsku sem er ekki bara í skíunum þetta er flot bara, og tengi sig alveg stundum alveg marga daga eftir bara það að detta úr bara þess að detta úr þessu beta fight and flight reaction Helgi átti góða setningu inn í podcastinu þannig að sagði, ég er búin að komast að því að þessi haus minn er ekkert sérstaklega góður í að vita hvað er gott fyrir mig og þá þarftu bara ákveða það er flott 2 í viku það er ég fer á dólsporafund og ég fer í náttúruna og því ég bara veit in the long run að þetta er allt hlutir sem eru góðir fyrir mig en þegar ég er komin í ómikið dópamín þá mun heilin reyna að selja mér að gera eitthvað allt annað sem er einmitt dópamínfíknin sem ég losa mig úr með því að gera þessa hluti Einmitt Ég fer út labba berfættur ég gerði það núna fyrir viðtalokar ég reyna að gera það hverjum degi og það er eitt af þessum hlutur sem er svona, ég skil ekkert af hverju, því meira sem ég gera það, því meira er þetta bara allt í hennu hægt að make a sense að gera þetta ekki. Já, nei, í alvörunni.
og þess vegna þetta alveg eitthvað svona, það sem fannst mér svo magnað eins og Japan með eitthvað svona konsept fyrir þetta. Einmitt, þau eru reynda nokkri læknar hérna, ég er nú búin að fá þau öll í podcastið mitt, hérna Kristín og hjónin hérna Eva sem er líka með öndunar og Kristján, þau eru farin að nota þetta hugtak náttúruleysi. Já. Sem frábært að koma inn í umræðuna, sem að það sé beinlínis bara veikindi þegar þú ert of lítið í náttúru, sko. Já. Og þetta allt skýrskotun til þess að við erum hluti af náttúrunni, erum lifandi, við erum mannveru, að þessi náttúrulegi ferli, þetta allt lifandi í okkur, þetta þarf alltaf að fá sitt svigrúm og brautagengi, til þess að virka almennilega, þú veist, þannig að þetta svona, og ég held að það sé líka bara, þú veist, það svona, mín tilfinning svona hefur verið svolítið tíma svona partur af þessu svona þessu umbroti sem verið með þessi stað þarf ekkert að vera eitthvað svona þarf ekkert að vera eitthvað ægilega flóki, þetta bara svona líka bara svona horfa aftur til ákveðna svona grunnþátta sem erum komin svo langt út fyrir og farin á misvið, sko, bara eins og bara tenging okkar við náttúruna og umhverfið og þessi atriði, þú veist, ég held að lausnirnar sem við erum að leita liggi miklu meiri í einfaldleikanum heldur en við höldum, sko. Þetta er ekki eitthvað, þarf ekkert að vera eitthvað ægilega flókið, sko. Nei, nákvæmlega. Og svona, þó svo að kerfisbreytingar og annað slíkt skilur við kalla alveg á að við finnum einhverja farvegi og þess áttar en lausnirnar sem slíkar eru sannlega ekkert eitthvað ægilega flóknar, sko. Nákvæmlega. Hvað hérna í lokinu langaði með, sko, þetta sem vorum að tala um í byrjun með, þú veist, það er búið að koma til mín innan þegar vorum að tala, sko, þetta, sko, hvenar, að því ég er svo meðvitaður þú veist, ég vil ekki fara í ranga orku ef ég er að benda á eitthvað, eða tjá mig eitthvað. Og það eru 2 mál sem eru svona nýlega, það er annars vegar þegar ég var hérna á veitingastæði hérna nálægt og sé 2 lögreglumenn við borðið sýnilega skambissur. Þetta er svona hæð sem ég er til í að deyja og ég get bara ekki sætt mig við þetta á Íslandi. Mér finnst bara allt rangt við þetta, allt. En að sama skapi skil ég að það er fólk sem er með aðra heimsmynd en ég, sem telur að svona eigir að vera öruggur. Og ég verð að sýna því virðingu að, þú veist, fólk með ólíka skoðanir. Þarna er aftur eitthvað svona, mér langar að tjá mig þetta opinberlega, því mér langar að spyrja á hvaða vegferð erum við ef við höldum að lausnin við því sem er að gerast, þessar undirliggjandi spennu sem við erum búin að tala sé sýnilega skambissur frá lögreglur röltandum á einhverjum veitingastöðum, sko. Ég bara nægis ekki. Og svo annað sem ég sá núna í gerð, það var, sko, með fjölmiðla, því það er náttúrulega minn starfsvettfangur, sko, síðustu 20 ár, að fyrirsögn nýverið á RÚV, ríkisfjölmiðlunum, sem segir rugludallurinn Robert F. Kennedy. Og allt það sem ég hef lært blaðamennsku, það er allt í mér sem segir, hvað er að ykkur? Sko, sama þó ykkur finnist það vera rugludallur, sama þó að 90% af fólki myndi finnast það rugludallur, þá er þetta ekki blaðmennska. Þetta er, sko, ríkisfjölmiðl sem gnæfir hérna yfir öllu og fær, sko, 5 milljarða á ári frá ríkinu ofan í auglýsingatekjur. Það er bara svona, hvernig leiðir ykkur þetta, skilur? En þá er það aftur, þetta eru svona 2 mál sem að ég hef ekki skrifað skoðanapistil á Facebook einhver svona sterk þjóðfélagsmál í rosalega mörg ár, einmitt af því ég hugsaði á einhverjum tímpúnt, þetta er svona svipað eins og ég væri að lemja hausnum í vegg, en samt hugsa mér, ég er ágætur í að miðla og ég kann að koma hlutum í orð. Ef ég gerir það ekki, hver gerir það þá, sko? Þannig að hvernig metur þú þess að þú ert að tala um mónokúltúrun og þetta, að koma hlutum frá þér og vera jafnvel að benda á eitthvað sem þér finnst skakt án þess að vera í þessari orku, heyrðu, eitru kallmennska eða við og hinir, eða? Það er svo góð spurning, sko, hérna, fyrsta lagi, þú veist, þá svona, þá ræðir maður alltaf ekkert hvernig hlutinni spilast út, skilju, þetta er einhverja tilfinningur og orkur og alls konar, þú veist, þetta er svo bara þetta óöryggi sem að byrti óttin, skilju, hvernig, í hvaða myndum byrtist það. Þetta er bara, þegar ég sé ofbeldi, mér er alveg sama í hvaða mynd það er, eða svona einhver svona neikvæða niður nýstlu. Það eina tilfinningi sem ég fæ út úr því er bara, já, mannmáttur. Það er eina sem, og hvað kemur, það er bara eina sem að, skilur, af hverju þetta tjá vannmáttin með þessum hætti? Af hverju þarfst að tjá hann með þessum hætti? Skilur, það er til dæmis svo að því að ég er svona ennþá að registera, hérna,
var fyrir tölurum áhrifum hann í Japan, sko, í alls konar smáatriðum, þú veist. Ég fann aldrei undir, þú veist, þá þessi neina, undir nokkrum kringustæðum, svona einhverja niðurrun eða talandi virðingu, sko, þú veist, þarna ertu, þú veist, af hverju getur ekki sýnt fólki bara virðingu, þú sett ekki sammála skoðan þeirra, en svo þetta svona vanvirðing í, skilurðu, á einhverju leveli sem er bara, mínum að þetta er svona óviðeigandi ef að virðing yfir höfuð eitthvað sem skiptið máli, sko. Svo ég myndi segja ætti að skipta máli, og veist, við ættum að fá svigrúm til þess að hafa þannig að þetta er einmitt mónokúltúr svona atriði, sko, að þarf að vera svigrúm fyrir fjölbreytileika og ólíka skoðanir og þarf ekki að vera sammála þeim, sko. En svo hitt var að, skilur, ég sá aldrei neina ógnar tilburði. Undir neinum kringustæðum fann ég nokkuð tíman fyrir einhverju ógn, hvorki frá, þú veist, öðru fólki eða lögreglunni, eða hvernig sem lögreglan, og ég get alveg lofa þér því að lögreglan hann í Japan, hún hefði getað njútrúleist eða 5 sekúndum eða það er eitthvað vandamál, sko. Já. En engin ógnartilburður. Nei, ég hugsa sko, maður upplifir sig gríðarlega örugan í Japan. Já. Og talandi Tókjó, sko, 35-6 miljónmanna borg. Það er ekki sjálfgefið mál að upplifa örugan, sko. Það er eiginlega magnað, sko. Já, bara og snýrt allt, þú sér aldrei rusla á götunum eða neitt, skilur, og átti hann að samtala við eitt, skilur, búin að koma að bandarækjaman sem búin að koma að 37 sinnum eða eitthvað, og alltaf ég bara, þú veist, forvið að, þú veist, bara endalust að tengjast og skoða hana, sko, og hann sagði, skilur, þú veist, að þú veist, það er bara virðing fyrir öllum og öllum störfum, skilur, með að segja, þú veist, handriða þurrkarinn, skilur, hann fær virðingu fyrir sitt starf, skilur, og gera það vel og gera það bara meistarlega, skilur, og þetta endurspeglast í öllu, skilur. Það er ekki eitthvað svona, já, það er bara þessi störf og þetta fólk sem er mikilvægt og ég er mikilvægur en þú ekki. Það er ekkert svolítið allt mikilvægt, skilur. Og inn í því það er aflenga allir þessari virðingu sem að, skilur, og hugsaðu bara að við myndum innleiða svona virðingu inn í samfélagið okkar, skilur, það sem við myndum að gefa svigrum, það er það fyrir þennan einstaklingsbunda fjölbreytileika og líka bara, þú veist, virðingu gagnvart. Okkur erum við ekki bara virðingu fyrir úlingum, skilur, þú veist, þetta er erfitt að vera úlingur, skilur. Nei, alveg. Algjörlega. Þú veist, þetta er bara, þú veist, miklu erfiðara, þú veist, að vera úlingur heldur en að vera, þú veist, 30-40, skilur. Og alls konar svona atriði, skilur, og þarna myndi ég segja, þú veist, í þessu samhengi, sko, þetta er bara, þú veist, svona endurspeglar að vissu leiti svona ákveðin svona, þú veist, ákveðin aftengingu og rof út frá einhverjum svona grunngildum, myndi ég segja, af hverju erum við ekki að virkja grunngildi betur, þú veist, og með heilbrigðari hætti, þú veist, þetta er svona, þú veist, einhver svona afleiðinga, einhver svona skotgrafa hernaði sem okkur er orðið tamt og einhver svona rugli bara, en svo aftur á móti líka, og hin spurningin er, þú veist, eins og með ofbeldi, þú veist, sýnilegt ofbeldi, að, þú veist, að svona, þetta er ákveðin tegund af ofbeldi, þú veist, að gera svona ógn, sína, þú veist, já, svona, að því áhört, ég labbaði upp að því ég bara, þarna er ég bara erfiður, ég labbaði upp að öðrum lögreglumanninu og sagði við hann, er þetta löglegt sem þið eru að gera? Það kom rosa fát á hann var svo skítinn, sko, og fyrst einmitt brást hann við svolítið svona hann svo, já, ég meina hvar annars staðar eftir ég að geima byssuna og eitthvað svona, ég segi út í bíl til dæmis. Já. Og, þú veist, svo held ég áfram og panta matinn minn. Svo kem ég aftur að honum þegar ég er að fara og segi, heyrðu, þetta var ekkert persónlegt. Mér bara brá við þetta og ég get ekki alveg vanist í að sjá þetta. Og þá er mitt talandi hvernig þú nálgast einstaklingin. Og þá er viðbragðið hans, já, ég minna, ég skildi rosa vel og auðvitað er þetta kannski mjög skrítið og skilur og þá sá ég bara þetta var bara einhver strákur, ungur strákur sem að, þú veist, langa kannski ekki, þú veist, einhvers staðar djúpt inni er hann alveg líka á því að það sem ég skrítið að vera röltum með skambissu, sko. Já, ég meina 100% og svona, ég held að, en svona, þú veist, en svona í þróuninu og þróskanum sem getur mögulega átt í stað, þú veist, það er einmitt þetta, þú veist, að rækta skilyrði sem að, þú veist,
sé ekki bara í reaction mode alltaf, skilur, að rækta einhver heilbrið skilir, þú veist, sem að gera það verkum að fólki líði vel, þú veist, og svona hlutir og ég finn, þú veist, og annað skilur að við förum actually á þann stað að við förum að líta á hverskins ofbeldi sem að afleiðing af aftengingu og byrtingu ákveðnu vannmætti frekar heldur en að við séum alveg nei, ofbeldi, þú veist, og við erum alveg einhver svona, ég þarf að sækja byssuna mína, skilur, og við erum ekki reaksjón, skilur, bara, þú veist, og þarna kemur það líka, skilur, þú veist, að sjá aðeins handa við yfirborðið, anda við monokúltúrum, skilur, betur hvað að gerast hjá manneskjunu þannig undir og allt þetta, skilur, og aðeins að dýfka rýmið fyrir okkur til að sjá hvort annað, þú veist, og síðan svo er þetta eins og hvernig komu þessu frá okkur líka, þú veist, og þetta með samskiptin og allt þetta, þú veist, að finna leiðir til að eiga uppbyggileg heilbrið samskipti skilur, ég get alveg gagnrýnt hvað sem haft skoðun á hverju sem og það er bara mín skoðun en ég held að svona ef ég ætla að hafa áhrif einhvern veginn svona á umhverju mitt einhvern veginn þá held ég þurfi að finna leiðir til þess að tjá mína skoðanir, skilur, út frá mínu hvað mér finnst út frá mínu veruleika þú hefur síðan val hvort þú vilt breytast eða ekki ég get sagt þig að ég er svo fyllilega sammálaðir, skilur, ég skipti mig máli að finna, þú veist í umhverfinu að þú veist að sé bara rými og svigrum, skilur, til að vera maður sjálfur og þú veist, að sé ekki svona ógnatilburðir og vanvirðing sem að sjá þú veist, inni af yfirvöldum, skilur og svona atrið, þú veist, að skipti máli að, þú veist, að finna bara að ég sé velkominn og að tilheyri hérna í umhverfinu og þetta er aftur atrið sem að tengist, skilur, hvernig menningu viljum við rækta, skilur hvernig kúltúr viljum við rækta, þú veist, en þá þurfum við að geta tjáð og komið frá okkur hvað skiptir okkur máli, skilur, og hvað skiptir máli hérna fyrir okkur öll til þess að ná kannski að halda áfram að þróskast og komast á næsta stig sem samfélag, sko. Geggjað. Frábær lokaorð. Æðislegt að fá því heimsókn og ég legg til að við gerum annað þátt, sko, og tölum skilyrðin. Já. Hvað gerum við til að rækta ný skilyrði? Já. Ég er alveg með eitthvað spælingu. Já. Æðislegt að fá því heimsókn. Bara takk hérlega fyrir mig.